halló, já. Svona þetta. Það komið það. Já. Bergur að standa Já, sig. ekki hafa þannig að vilt út, þú getur svo að tala, ég ætla bara að kynna liðið í byrjun, bara, ég hef alla þörfum, skilur. Það heyrist í mér núna, eða? Já, það var stefn að setja inn. Þá erum við bara að lýsa þetta. Það er lýst á Björgun eða eitthvað tónlistum. Eru við klárið það? Svo er ég bara klárið hérna á mæknum. Er þetta live? Það er það. Eru on eða? Já, ok. Já, þá eru við mættir hérna í beina útsendingu Fjölnir TV á tökkunum en Bergur Snorrason á kamerun er Jón Pálsson og hér eru við Ingvar Nákason og Aðalsteinn Sælir. Örn Aðalsteinsson Takk sem er fyrir. að lýsa sínum fyrsta leikir í Fjölnir TV.
Hvernig líst þér á þetta, Aðalsteinn? Ja, mér líst mjög ráðan leik, þetta verður mjög spennandi. Það mætti segja að þú erir hlutdrægur mjög í aðra áttina. Er eitthvað að segja við því? Þetta er bara, ég styð bara Fjölni. Þú styður Fjölni, já? Ég er Fjölnismaður. Já, en hefur eitthvað sérstakka tengingu við meistarana kvenna? Já, þannig að kærasta mín er að spila á miðjunni. Kærastæðin er á miðjunni, Berglind Benediktsdóttir. Þetta verður eitthvað. Hún er að fara að kljást henni við Kristínu Guðmunds og allar þessar sleggjur þarna í valsliðinu. Hvernig líst okkur á leikinn almennt bara á rétt ára leikur að byrja? Hvernig fer þetta? Ég held að Fjölni getur strítt þeim. Fjölni strítt, já. Það er óskastað okkar að Fjölni verði með læti hérna. Ég er mjög spenntur, þetta verður klikkað. Engin spurning. Mikið rimma hér á ferð. Og við erum í þeirri sérstöku stöð að við erum að prófa hér nýjungar. Ég er bæði að lýsa leiknum hérna meðrali og svo eftir hvert mark og atvik kannski það mark með verið þá þú að taka kannski stjórnvölinn því að ég verð þá í hinum marknum að kynna hverju skora. Já, þú ert að gera þetta einu. Já. Okay. Margra manna makki eins og maður kallar. Sem henda mig bara beint í djúpulauðina. Já, beint í djúpulauðina. Það er bara ólist til hvernig á móti Val sem hefur orðið Íslandsmeistari svona 300 sinnum á síðustu 10 árum. Og þannig að það er ekki ræðst ekki að garðan sem er lægstur og leikurinn er hafinn. Já, þetta er spennandi. Og þinn leikmaður er sjálfsög á miðunni. Auðvitað. Og svo er þetta Díana, Fanney, Díana hægri skytta. Og Andrea vinstri skytta, Andrea Jakobsen. Andrea og... Svo er Fanney í hægri horninu. Og Karin Þorsteins. Andrea harðar á línni. Já. Og þetta er farað af stað fyrsta. Já, góð sókn hana. Já, fínt. Skemmtileg hreyfing. Það er smá svona, aðeins aggressífur og fann í gegn hana. Já, líka bara. Díana getur komið í klippingun og plathað á markið sko. Já, engin spurning og... Vá! Þetta var geðveikt. Díana liggur meitt á jörðinni. Þetta var fastur og harður skellur. Engin sjúkraþjálfari samt. Já, hún setur hana eftir, þá kemur sjúkraþjálfarinn inn á Þorsteinn, vinur minn Þorsteinn Máni Óskarsson. Flottur maður. Topp eintak og alltaf klæddur samt í lit Selfossar. Ég sé ekki alveg. Já, það er allt í lagi. Ég sé ekki alveg hvað pælingin er það. Já, Selfoss er mitt. Selfoss með 5 S-um. Já, Selfoss. Eru fættið Selfoss. Já, mamma mín er íslensku kennari en ég get ekki sjálfur talað íslensku, það er skemmtilegt. Við þurfum eitthvað að ræða mömmu um það. Já, og ýmislegt annað, mamma er skemmtileg. En við skulum ekki fara við það hér. Hún er líka bráðhuguleg, en það skiptir ekki öllu máli velgætt í pappanum að næla í hana. En við erum ekki að tala um það hér í dag. Já, það er bæði betra. Já. En núna eru Valsarar komin í sókn. Það er rétt. Við verðum kannski smá inn í kynninguna, það komið þriðjudagskvöld og eftir háttatíma hjá okkur alla. Þannig að við erum kannski komin í smá galsa hérna. Já, létt. Ég á að læra fyrir próf, en þetta er skemmtilegra. Engin spurning. Fínar hreyfingar hjá Valsarum, en þau missa boltan. Og það er hendan út af bara. Já. Við viljum sko sem mest að þessu. Nú er góðu vinnum minn Alfreður Örn Finnsson að þjálfa valsliðið, en það er með að gera eins marga feila og bara mögulegt er. Já, svona feila, bara hinn áttina. Díana sækir aðeins og lítið á og vartamann þarf ekki að hreyfa sig. Og mikið drippla það. Koma. Flott skot. Já, enni Kristínu Guðmundsdóttir. Já, Kristín Guðmundsdóttir með sitt fyrsta mark hérna og staðan 1-1. Það sækja á. Og boltinn í horni Karen. Já, Karen Þorsteins með fyrsta markið sitt í leiknum. Valsarar koma strax í sókn. Já, það er brotið á nummer 11. Henni Morgan Mari. Fín stemming í höllinni. Alltaf gaman í Dalhúsum. Já, smá tækni bíó hérna hjá okkur í Saltaf. Fín sending á línuna. Og hún Verita. Gía Verita. Þvílíkt donaðins. Klippingar og svo fárlega vel varinn. Karen skýtur rétt fram hjá. Þetta var fárlega vel varinn á Gíu. Já, mjög vel varinn. Og steig eitthvað með ná boltan bara. Hún bara tók hennar bolta. Já, ég held að hann var að fara að víta eitthvað. Já, ég var hræddur það. Þetta var svona létt. Nú var ég að taka eftir að Solveig Katla markmaður, hún er upp í stúkar og meitt, eða er verið að bara skipta... Meitt, próf, ég veit það ekki. Það er allt í gangi. Hún er meitt í puttanum, segir Jón Páls. Hann er með öll markmannsmál á hreinu í Fjölni. Meitt í puttanum. Já, meitt í puttanum. Heyrðu það fyrst hér. Já, staðfest. Já, hún var í spelku, sagði. Berglind mætir út í. Já, sjáu þetta. Mætir. Hvað ætla Andri að gera? Flott skot. Já, 10 í val. Kristín Guðmundsdóttir.
Já, þetta var full auðvelt, hún er bara búin að dripla og skjóta hérna tvisvar, hún er náttúrulega rosalega góð. Þetta er líka föst og flott skot, það er erfitt. Og Andrea, já, það er mætin hann almennilega, það er guldspjald, Patrik Maximilian ekki í nokkrum vafa þarna. Simir myndi að segja beint 2, en heldur alveg núna einhverja stelpur inn á sig að pæli Patrik Maximilian. Þetta er dómara? Hann er hugulegu piltur. Já, ég held að samt að málið er að þegar þú fer inn á völlin og spila handbolta, þá spilar það bara handbolta. Já, það er hárrétt, ég veit ekki hvað ég er að spá. Algjörlega úr jöfnunni núna, sko. Tekur þetta allt á mig. Fínt skot og Dínu, en þetta er búið að flauta. Ómörg skrif þarna. Búið að flauta. Já, þetta má samt ekki verið þannig að þetta verði eitthvað svona barátta milli Kristínu og Díunu. Við verðum allan að fá fleiri leikmenn inn í leikinn. En Karin Þorsteinsdóttir vissulega fekk dauðafæri eftir að hún búin að skora eitt markinn á hann. Skautir þetta bara í innkast. Nei, skýtur rétt yfir. Já, rétt yfir er eitthvað sem enginn annar en þú myndir segja þetta var langt framhjá. Já, Berglind kemur og nær að skila sér í vörn. Valsarar láta brjóta á sér, þetta er fínt. Glæsilega gert. Vel leist hjá Fjölni, en Valsarar er að þjarma þeim. Og fyrir þá sem eru heima að horfa og hlusta, þá vil ég segja ykkur það að Denni Ingvars, Sveinn Ingvarsson kallaði Denni mættur. Þannig að þessi vilja sjá hann berum augum þegar hann mæti í Dalhús. Hann stendur í dyragættinni. Mikill kongur. Mikill kongur, það er bara hannig. Og valstelpurnar. Þetta er fín vörn hjá Fjölnis. Já, Berglind er að sína. Fjölnisstelpunum, ég ætla að segja Fjölnismönnum, ég verði að hætta þessu. Já, finnst þið verra að segja stelpunum? Nei, Fjölnisstelpur eru betra. Já, Fjölnismenn, Fjölnisstelpur, allt Fjölnisfólk. Já. Vá! Þetta var sleggja sem hefði nátt að vera inni. Og alltaf í orðlega, þetta var samskeytin, hingraðar í smástund. Þetta var svo höggja á Tiger Woods hérna árið. Nú, aftur! Það var sama hinum hinn. Það er í gangi. Það er hermikrákukeppni. Það okay. er hermikrákukeppni hérna. Ég er í sjokki. Þetta var bara alveg eins skot. Ég veit ekki hvað er að gerast hérna. Vá. Þetta er skemmtilegt. Tvö hérna beint í Samuel og líka þannig fóru snertu báða fletina á slánni og stönginni. Hefði mátt vera inni, ég verð að segja. Þetta var rosalegt. Þessi skot hefði mátt vera inni. Nú eru valstrákarnir mættir í stúkuna sem syngja alltaf Vólur! Vólur! Það er lætið þeim. Þeir yfirgnaða Fjölnisliðina. Heyra í stúkunni. Ágæti skot. Já. Þetta er Andrea Jakobsen. Gaman að segja frá því. Þá var hún valin í U20 landslið. U18 og U20 landslið. Hún er í 2 landsliðshópum. Berglind er líka í U18, ekki satt? Jó, hún er í U18. Mjög flott hjá sér stelpum. Já. Hún er fyrsta markið sitt, nummer 23. Það var flott vippa. En núna höldum við áfram. Fjölnir er komin í sókn. Og Ingvar er hættur að kynna inn á völlin og hjálpa mér aðeins. Já, ég kem alltaf inn á og til. Detta aðeins út, ég er með athyglisbrest, þannig að þið verður bara fyrirgefa það að hlusta þess á Allan með íðilfara rödd. Máli er að við erum báðir með athyglisbrest, þannig að þetta verður erfitt kvöld framöndan. Ég á að heita fullorðin samt, þannig ég á að höndla þetta og það er... Vel varið hjá 21. Henni Berglind Írisi. Mjög flott. Já, þetta var Berglind með fínt varið skot. Vel gert hjá Andru. Brýtur á henni. Já, Jón Pálsson alltaf með svona markmannspólitík í gangi, við ætla að markmenni verið mennleiksins. En hann er góður að koma með. Það er bara bull og vitleysa, þú veist að útileikmenn gera allt í leikjum. Það er satt. Nei, ég ætla ekki að samanlega þessu. Ég er að kynna í henni. Góð sending í horni. Vá. Slúttar hann aftur mjög vel, nummer 23. Hún Íris. Mjög flott slút. Hún leiði markmanninu burtu og setur hans manninu ekki. Og Díana. Mjög einfalt. Svona er handbolti. Og Díana reynir hún hangir hann í henni. Maximilian ákveðin í bendingunum hana. Það var sem spýtukallan í lokin. Já, þetta er svona mósaikmynd eða eitthvað. Ekki alveg mósaikmynd, en já. Hvað er það? Díana Berglind. Já, komin í gegn. Hún er komin allavega í gegn. Já, óeppin að vera ekki aðeins undan að nýri hreyfinguna. Númer 22 nær hendin hennar, það er málið. Morgan Marie. Kom hann það fyrir. Og Andrea Berglind. Fínt, þetta var lesið. Vel gert hjá Valsarverðinni. Íris Pétursdóttir las þetta vel og þá fara framstelpunar. Valstelpur hér í sók. Þetta var bara árás. Það er komin að skýta í sók. Það er hæg á sér. Já, ég hefði nú viljað keyra smá hann á þeim. En kannski vilja bara taka sína sókn. Vera skynsamar. Vinnit upp og já, við erum hérna.
En það getur verið erfitt. Ég held þetta verður náttúrulega erfiður uppstiltur sóknarleikur í dag. Við þurfum að fá nokkur svona seinni-bylgju mörk. Þetta flott vörn hjá Völsurum, það mjög þéttar. En Díana ætlar svolítið að vinna leikinn sjálf, ég sé það. Það getur komið Fjölnistelpunum í erfiða stuð. Já, en hún þarf vissulega toppleiklega sénsinn dag, það ekki spurning. Hún var alltaf valinn í afrekshóp núna á dögunum, æfir í næstu viku. Með afrekshóp HSI og óskominn til hamingju með það. Já, það var mjög flott hjá henni. Bara flott hjá henni á liðinu. Sko. Hún búin að vera að spila mjög vel. Stígun í teig, já. Ég sá þetta héðan, þá hlýtur dómarinn að sjá þetta líka. Þetta er mjög einfalt. Hún steig bara inn í teig, hún ætlaði í hana gíu. Það er lína eða ekki? Einhver æsingur hér. Það er réttænt lína. Og ef þú sást það hér með þínum arnarlaugum þá samþykki ég það. Þetta er bara stegin í teig. Algjörs. Fallegt skot hjá Andreu. Leiðir vörnina frá sér. Fallegt skot. Þetta er fyrsta markinu Andreu Jakobsen. Já, þetta var sýnir og sannar að hún á að vera í U20 og U18. Engin spurning, hún er öflug leikmaður og hún þarf líka að eiga sinn besta dag. Já. Og eins og alltaf, við þurfum að eiga alltaf toppdag að eiga síðans. Hún er búin að vera að ströggla í meiðslum, hún Andrea í bakínu. Já. Hún er búin að vera svolítið on og off núna. Já, en hún virðist vera bara tiltölulega góð núna, spila vörn og sókn. Núna er að taka henn að lína kemur út. Já, spila tilbaka. Hvað gerist hér? Aftur. Hún er að leiða markmanninn í burtu, hún er að setja hann mikið í nær. Já. Íris Pétursdóttir er búin að spila vel, hún er að slúta einmitt það sem markmanninn ekki. Engin spurning, þetta er bara velgert hjá henni, hrikalega velgert hjá henni. Fær hana frá eins og segir neðstönginni og svo setur hann bara auðvöldan nær. Erfiða sendingar, þetta gerir svolítið flókið. Díana ætlar að... Það er hangið í henni þarna, flauta, erfitt skot. Maximilian, alveg með þetta allt á tæru. Bendur og brosir, við viljum hafa þetta svona, dómarinn eiga að vera brosandi, hafa gaman að þessu. Það vantar smá leikleiði líka í dómarana, finnst mér. Já, en Patrik Maximilian, hann er búinn að vera kátur í núna þessar fyrstu 10 mínútur. 10 mínútur búinn að staðan 3-5, það vantar smá gleði í Arnór núna, vinn minn. Hinn dómarann. Já. Já, úff. Þetta var sleggja en fór framjá. Þetta skot frá Díunu, fer framjá, það geigar aðeins. En þetta kemur. Það er stilla aðeins byssuna. Já. Úff. Vá, hvað þetta var rosalega góð hreyfing hjá henni. Já, og ef hún hefði hitt á marka, þetta var mark, skilur við. Hún er náttúrulega rosalega öflug, búin að hætta svo 5 sinnum út af barnegnum og ég veit ekki hvað. En hún er bara... Það greinlega haltar henni ekki neitt, þetta er bara mjög... Hún er bara besti leikmann í dag á Íslandi þegar hún er í toppstandi. Fáránlega flott hjá henni, sko. Hún er hrikalega öflug. Hún er hann að kljást við Andreu harðar á línunni núna. Já, kom til okkar frá fram. Flott stelpa, frábær línumæður. Engin spurning. Koma. Og hvað gerist núna? Hún hefði mátt koma Þórildur komin inn á. Já, þetta var tæft hana. En hún hreyfir sig með. En líklega réttu dómur þar sem að dómarnir dæmdu þetta. Við trúum dómurnum alltaf. Já, fín línusending og hún setti beint í markmannin. Rosalega vari á nummer 21, Berglindi Íris. Vá, þetta var bara, hún las þetta eins og bref. Já, mætti þarna og vel spila. Og hún stígur á línuna. Já. Þetta var, má segja, líflína fyrir Fjölnir-stelpunar. Líflína? Já, allir þetta með orðarleiki. Hann er að fara að gefa út hérna orðarleikaspil fyrir jólinn. Það kemur út í búðinni enginkaupir.is og ég mæli með þið kaupið þetta á 3.000 skall. Persónulega ætti ég að fá, persónulega finnst mér að ég ætti að fá Nóa-snappið. Eins og allir aðri fá. Já, einmitt eins og allir aðri fá, segir hann. Með hvað krakkar eru að fá að setja hann inn, þá ætti ég að fá að setja líka. Auglýsa mína bók. En þetta er fallega slúta á Karen Þorsteins. Hún er búin að vera að slúta vel. Það er smá svona horna og hún aftur inn. Já, hún verður þetta Gíja. Það er þetta í andlitið síns mér. Gíja er að verja vel. Hún lætur hann ekki teima sig í burtu þarna og fær hann bara. Og fekk hann beint í smettið. Já. Já, hann má brosa beint í smettið. Hún fekk hann í smettu og hlæðir síðan bara og við hlæðum bara með henni. Þetta var frábærlega gert. Já. Þetta markmenn ekki þetta verður fyrir, ekki gera neitt annað. Heldur hann að verður fyrir. Og við getum jafnað þetta hér. Sara Dögg, hún er 2000 módel, hún er að koma inn á. Og það er fallegt skot frá Berglindi. Hún setur hann ofan í hornið. Fyrsta markið hennar, skemmtilegt. Já, þetta var frábærlega gert. 5-5 er staðan hérna. Já. Hún er að fá fyrsta gula spjaldið, setur hún Berglind. Já. Þetta var, það þurfti að fá hjálp hana.
Það aðeins verið að stinga honi alla hérna sem eitthvað stressaður yfir kærustunni. En þetta var vel gert hjá Berglindi og að gera að fá guldspjaldið í svona brot. Það komið stemning í stúkuna hérna. Ég að fíla þetta. Það heyrðist ekkert í mér lengur. Nei, að staðan 5-5 hérna. Sending yfir. Já, að spila tilbaka Valsarar. Góð dreifing á boltanum hérna. Vel spilað. Og það er klárað þetta. Hún að fá gula spjaldið sitt. Þórhildur Vala Kjartansdóttir að fá guldspjald. Fjölnir-stelpurnar taka ekki miðuna rétt og þurfa að fá lapp aftur. Þetta var mjög vel gert hjá Valstelpum, Ali, eða ekki? Mjög vel spilað. Góð boltarheng. Mér fannst persónulega sendingin ekki að koma henni í gegn. Hún er búin að fara alveg ofan í, sendir í gegnum 3 Fjölnir-stelpur. Á ekki komast í gegn. Það er rétt hjá þér. En þetta var vel gert hjá þeim. Þetta var góð sókn hjá Val. Og við ekki tekja þeim, eins og segir Sara Dögg að koma á miðuna hérna. Já, ég veit það sem ég ætla að benda á. Sara Dögg, hún er 2000 módel. Engin spurning, 15 ára. Og hún er að spila hérna bara eins og FBC. Hún er líka búin að vera rosalega flott. Þetta er bara brott, klárt brott. Hann er með þetta, hann Arnór. Já, Arnór er komin sem vattadómari og Maximilian vinnur okkar ef við liðum á markinu. Fann reynir erfiðan snúning, mjög erfiðan snúning, það er samt má reynir þetta. En hún bara vakandi hérna Valstelpan. Já. Og Díana, Sara. Þetta er vel varið á númer 21. Hún Berglind Íris Hansdóttir. Og það er farið, skyndisókn, Valstelpur. Og það er númer 23, Íris Pétursdóttir Viborg. Hún er búin að skora 4 mörk núna. Já, þetta var óþarfið. Það eru náttúrulega rosalega snöggar að fara fram. Það er vitað það kemur skotamarkið sem að það er vitað það kemur skotamarkið sem markmann á að verja. Þá fara hornamenni bara upp og þeir eru mættir. Sumir myndi segja að þetta væri guldspjald. Hún var komin svona hálfu gegn, hún var komin með færi. En hvað veit ég? Ég er nú bara 17 ára piltur og grái. Nákvæmlega. Og reynir aftur undir það skot, það gengur ekki. Hún er að verja vel hann í markinu, hún Berglind. Mjög flott hjá henni. Valsarar núna farið skyndisókn. Þórhildur aftan í henni. Þetta er 2 mínútur allan daginn. Já, þetta var mjög skrítið. Það var endur ekkert að víti held ég. Hann dæmdi víti. Nú, ég ætla að þetta bara fríkast á 2. Það hlaut að vera víti. Ég ætla að þetta fríkast á 2 og hún hékk í henni bara fyrir utan punktalínu. Þetta var bara óþarfi. Hún ætti bara að leiða að fara í gegn. Hún var búin að missa henni, hún vissi það sjálf. Sjáum hvað Kristín gerir. Ég held að Gíja ver. Ég held að Gíja er með þetta. Ég spáði vitlaust. Já, þá eru dreifingin á Valstelpunum ekki merkilega. Það er Kristín Guðmunds með 3 mörk, Morgan Marey með 1 mark og svo er það Íris Pétursdóttir, númer 23 með 4 mörk. Það er bara svona 3 stelpur sem fara leiðin að leika held ég. Já, við þurfum að fá meira núna í sókninni. Fín vörð hjá Valsarstelpunum, tekur vel á móti Berglindi. Við getum ekki að fá okkur auðveldu dauðafæri og hraðaplöpum og það er að keyra yfir okkur. Við þurfum að stjórna hraðana sjálfar. Já, við erum að taka þetta niður okkar tempo. Koma, já. Það þarf að dreifa boltanum betur. Það er búin að taka Díanu úr umferð. Já, Fanney skiptið á við hana. Díana fyrir hornið. Klippir inn Fanney. Þurfum aðeins með kraft í þetta. Hún hefði ekki að klára þetta. Það var samt fín hreyfing hjá henni. Já, við erum svona einu færri núna næstu mínútuna. Þetta er bara taktík hjá Valsarstelpunum. Erfitt skot. Hún lesið nú Berglind. Vel varið. Þetta er Berglund móti Berglindi og Berglind vann. Valsarar farið hraðasókn. Hún næri ekki boltanum. Hún náði ekki að grípa þarna. Nei. Þetta hjálpar okkur. Já. Það ná ekki að nýta sér hérna. Það vera einu fleiri. Eva Björk Hlöðursdóttir er komin inn á. Fjölnir-stelpurnar fara í sókn og það eru 40 sekúndur þangað til að þær verða margar. Sigurlaugur Rúnarsdóttir tekur Díunu úr umferð. Það er ætla ekki að leiða á Díunu að skora meira en 1 mark. Það er bara hannig. Og Berglind. Þetta lítur að vítakast. Nei! Hvernig fær hann þetta út? Þetta er skrítinn dómur. Ég ætla bara að segja að þetta er versti dómur leiksins. Þetta var rosalega sérstakur dómur. Þetta var, rangur dómur. Ég er sammála dómurinn alltaf, en þetta var rangur dómur. Hún var komin í gegn. Þetta er bara vítakast. Já. Með alveg saman hvernig hún leipir hana. Það er að keyra hana á milli. Þetta er engin. Við erum búin að sjá það gerast mjög oft að það er verið að dæma á sóknarbrot. Oft þegar það er bara varnarbrot. Óþarfa brot, eða óþarfa dómar eftir að sagt. Það sem að stelpunum eru að keyra í og það er bara... Já, þetta er hérna... Hvað að segja?
tekur Rokkama leikli. Heyrðu, það er klárt. Já, við sjáum þetta í endursýningu. Við erum að horfa á þetta endursýningu, þetta er 100% vítakast. Já, og við kannski minnum á það að sögum réttindamála YouTube, þá erum við ekki með tónlistir í leikliðum, þannig að það er bara svona, það er svona smá heimakæri stemning hér, fólk að hlusta á leikliðin og... Fólk fær bara aðeins að pæla. Já, en alveg, nú gat staðan farið úr, já, hún var 5-8 þegar við fáum dæmdan á okkur skrýtna rauning. Og í stað, líklega hefðu við skorað úr vítakastinu, það líklega heldur en ekki. Það er staðan getur 6-8 og í staðan 5-9. Það er svona dómar sem geta farið með leikinn. Þetta er náttúrulega óþægilegt. Þegar þetta skiptir máli, svona, það verður að dæma rétt. Það er bara algjörlega óþarfa dómur. Þetta var rangur dómur, við erum sammála um það. Við erum búin að sjá þetta bara svo oft. Það er rosalega oft verið að dæma ruðning núna í íslenskum handbolta. Reyna að bæta upp fyrir þetta sóknarbrota, út að við erum með svo fá sóknarbrot með Evrópuboltan. Við verðum bara að dæma rétt, það gerir þetta alvöru deild. Það er hárrétt hjá þér. Alltaf betra að dæma rétt. Heyrðu, nú er pabbiðin komin í stúkuna, Alli, ég ætla bara að benda þér það. Já. Aðalsteinn Snorrason sem er 9 ára vinur minn á Facebook, hann situr við hlið á Denna. Og 43 ára, nei 54 ára, hver er sér? Hann átti sko afmæli í gær, var 68 ára gamall í gær. Og ég ætla bara að benda ykkur á það að Alli, honum á vinstri hönd er Denni, honum á vinstri hönd er Brynjar Friðriks og honum á vinstri hönd er Brynjar Guðbjartsson. Þetta er bara Þetta er stjórnfjölnis. Og Hjalti fyrir neðan, þetta er bara straumlínu lagað stjórnfjölnis og unglingaráð og eitthvað hvað. Reynir erfitt skot. Jæja, leikur hann að stað svo ég sé ekki að fara yfir meiri ættfræði hér. Flott send hjá Fanney. Það er hægt að taka 10 úr umferð, enda eru jafnmargar í leiknum. Óþarf að taka þær út. Berglind fær erfiða sendingu. Það er klippa díunu inn. Hvað gerir Berglind? Hún sendir á Karen. Já. Nú þurfa að fá gott mark hérna. Það er halda fram að spila bara. Já. Nei. Maximilian er eitthvað... Sé ekki alveg hvað þessi dómur kemur. Haframjöl í morgunmati. Þetta hefur verið skrítin dómur. Hendri komin upp. Já. Og svo hvað gerir Fanny? Hún verður að skora. Nei, hún setur hann yfir. Já, vel pressað hann í horninu hjá Vigdísi Birnu Þorsteinsdóttir. Ég sé samt ekki alveg á hverju hann er að dæma svona rauðning þarna. Sér þú það? Nei. Nei, hún ætlar hann geta að skref, hún lendi eitthvað. Þetta var allan að sóknarbrot átti þetta ekki að vera. Já, það er bara á hverju ætlar hann að dæma sóknar. Ég veit ekki, þetta hefði verið rangudómur. Arnór breytti þessu. Ég held að valladómari tæki ákvörðun. Já. Sem hefði verið Maximilian en við fögnum því að Arnór tók að skarið. Að bæta upp fyrir mistökin á þann. Já, kannski. Morgan er einu móti Fjölnistelpunni, Sunnivu. Já, Sunnivu að næri þessu bolta hana. Núna geta að fara í skyndisókn. Já, Sunniva komin á línu hér. Já, komið smá hasar í þetta. Við erum mótið æstir hérna. Óþarfa drippl. Drepur svolítið á sókninni. Já, Berglind komin í hornið. Sara með 2 línur núna. Nei, Karen kemur út aftur. Já, spilar hann línu. Að brota á Sunnivu slæri eira á henni hana. Og Eva Björk var guldspjald. Ég sé ekki alveg tilganginu að drippla hana. Nei, það er nú oft þannig að... Þjappaði svolítið vörninni beint á Söru sem hefði getað fengið gott færi. Hefum bara fengið sendinguna strax. Hanna. Hvað gerir Berglind? En veist ekki leiðilegt. Hún reynir rosalega erfitt skot. Og Berglind reynir ennþá erfiðari hraðaplötsendingu og Fjölnistelpunni að fá boltan aftur. Já, það er að vera 20 mínútur búin þessu leik eins og þið vitið og staðan er 5-9. Já, Alli, Berglind Íris Hansdóttir með 8 á varni skot, 5 mörk fengið á sig, hún er með 65-70% markværsluðina. Það er nefnilega málið. Það er kannski fullt mikið. Við erum líka búin að reyna rosalega erfitt skot. Díana er að reyna hálffæri undirhanda skot á 15 metrum. Já, við þurfum að komast nær þeim, en við erum greinlega ekki að ná að komast fram hjá þeim. Og það er eina aftur hraðaplötsendingu. Hún grípur þetta og hún vippar yfir Gíu nr. 24 í val. Hún Vigdís Birna Þorsteinsdóttir. Flott skot. Ja, rétt að sagt flott vippa. Já, 10-5 er staðan, 5 marka munur. Þetta er full mikið. Og mér finnst þetta liggja eiginlega bara í því að hún er að verja svo bolta og henda þeim í hraðaplömin. Já, en það er bara munun á betri liðunum sem eru lengra komna. Flott hreyfing hjá Söru. Vítakast? Nei. Þarna vil Andrés fá vítakast. Ég ætla bara að sammálunum. Ég hefði. Það má dæma vítakast í þessu stöðu. Ef ég væri dómur hana, þá hefði ég dæmt þetta svona. Hún bara tekur ekki skotið. Þú verður að taka skotið og vilt á víti. Já, hún getur ekki að það vera hang aftan í henni. Já, ef hún hefði bara tekið smólinsreifingu, þá hefði ég dæmt víti. Já.
Og þetta dómarar vilja alltaf fá svona, já og öskrið líka, öskrið. Já, hérna er Klassísku Bergur öskrið. tæknimaður farin að skipta sér af útsendingu. Bergur er líka þölreyndur lýsari. Já, Bergur er alveg með þetta. Já, án hans væru við ekki að setja stöðun á skjáinn. Dilli á leysir inn og Díana dribblar. Hún fær Þetta er undirhandaskot framhjá. Það er að reyna mjög erfið undirhandaskot á Valsarana. Ég veit ekki hvað þetta er. Berglindi sem er að fara að verja þetta bara. Engin spurning. Ég held að ég sé búin að segja engin spurning svo 30 sinnum í kvöld. Og ég held að segja skemmtilegt tvöfalt meira. Það er svolítið skemmtilegt. Hvað segirðu? Ég má segja skemmtilegt mjög. Já, þú ert með skemmtilegt, ég segi engin spurning. Já, það er svolítið skemmtilegt. Já, engin spurning. Já. Það er gáðan með Ingvar hér. Það er engin spurning að þetta þarf að vera skemmtilegt. Alltaf skemmtilegt hjá mér og Ingvari. Engin spurning. En Valsarar fara núna í sókn og... Já, hvað gera Valsarar hér? Hún sækir markið á Kristín. Flott sending. Fín vörn hjá Söru. Hún reynir en hún, Morgan, klárar sig bara. Fer í gegn. Flott hjá henni. Morgan er að koma með 2 mörk. Já, núna dæmir að víti. Hún er inn í teig. Já, en þetta var meiri ruðningur heldur en hitt, sko. En jú, það var inn í teig, en hann verður kannski þetta að víti, en þetta var samt hitt var miklu meiri vítakast heldur þetta. Hún var inn í teig, segir hann. Já. En hún var ekki að reyna að skora samt. Vá, hvað hún var nálægt í, en Díana skorar úr vítinu. Það er enn 5 marka munur og það er að verða 7 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Já, 6-11 staðan, þetta er ómikill munur. Þetta er fínt að við erum að fá okkur 11 mörk, en það er ekki nógu gott sem við að skora 6. Mér finnst... Og 11 er samt í það mesta. Ég segja, nú þyrftu að vera með 8 mörk fengið á okkur. Þetta er svona, við erum að fá þá 15 mörk á okkur á þessum... Við erum að fá 15 mörk á okkur á 13... Nei, í hálfleik. 15 mörk á okkur í hálfleik með við tölfræðina. Já. En við erum bara við erum að taka rosalega erfið skot og við erum að láta þær stjórna algjörlega sókninu okkur. Algjörlega, sástu samt þess að Markosnu, hún stökk upp í skeytin og varði þetta. Það sem að ég hef búin að segja, og búin að segja í mörg ár, að Gíja er framtíð Íslands í marki. Já. Hún er rosaleg. Eina sem hún er óheppin með, það er Hvað segirðu? Ég datt aðeins út hana? Já, ég datt aðeins út líka. Hún var óheppin með hvað? Hún er óheppin með meðsli. Já. Hún er búin að fá mikið af álagsmeðslum, en það er hún í öllu. Hún er allt múlíkt sterpa. Ég ætla að koma þér óvart að segja, engin spurning. Skemmtilegt. Já. Já, við erum hressir hérna á þriðjudagskvöldi í Dalhúsum. En Valsarar er búin að vera lengi í sókn núna. Og ég sé enga hendi, hún reynir Já, vel gert. Og Dilljá pikkar upp boltan. Og ég segja samt eitt leyndarmál sem ég fyndið. Hvað? Að núna gæti ykkur verið að hlusta á þetta eftir svo 20 ár. Það gæti verið árið 2035 og einhver bara í Ástralíu að hlusta á okkur. Við erum bara á YouTube. Já. Það er meirleikur, já. Við erum hérna með 4 áhorfendur og hlustendur. Við erum að fíla það. En eftir leik ári líklega að vera svo 300. Það er mikið hort á okkur eftir á. En ég vona að vera hort á okkur einhvers staðar í Ástralíu eftir 20 ár. Já, við erum gaman að því. Þetta er vítakast. Og Andrea setur hann þvílíkt skot. Berglind átti ekki sjönd. Andrea Jakobsen núna með annað markið sitt. Það var skrítið mark. Hún setur bara það sem markmannin getur ekki tekið. Skaut bara í markmanni á hvað er það? Beint í hana? Það er málið. Beint í hana. Orðaleikurinn hér á okkur er mjög skemmtilegur. Fæ sparkinn í löpna og sárið sem ég datt á henni í Dalhúsum daginn. Ég datt aðeins út hérna. Ingvar var að finna til með númer 24 í val. Hún var að fá hendinur hálsinn en... Nei, ekkert svo leið. Flott sending, hvað gerir Morgan? Hún sendir á hana og hún missir á boltanum. Þetta var Kristín Guðmunds sem reyndi sending á Írisi Pétursdóttur. Íris náði henni ekki. Það er 7-11, ef við náum þessu niður 3 mörk, þá er þetta alveg leikur. Já, ég held að Fjölnir sé að fara að skora hér. Já, ég held að með þér. Díana Ég hefði átt að segja, ekki spurning er að fatta núna. Já, Dilljá í hóðninu. Það verður gaman að Dilljá myndi smyrja eitt bara upp í vinkilinn. Dilljá er svolítið að smyrja upp í skeit. Já, Ólöf Ásta er komin líka í vinstra hóðnið. Hún er uppáhaldsvinur minni í þessu liði. Það eru svennilega að fara að skora hérna. Það er hárrétt hjá Jóni Pálssyni sem er miklu meira en bara markmaður. Það heyrist mikið í Valsstuðnismönnum. Já, það eru og berjast. Þetta var skrítið. Já, hún fékk gefins fyrir ykkar þetta. Hún slær í höndina á henni og sást hvað skotið var aumt. Það var greinilega smá snerting í þessu. Það er ekki dæmt á þetta? Nei, ég held ekki. En þetta er ekki dómari? Ég er þetta með B-réttindi og er hérna freka góður. Já. Ég er bara ekki með úthald í heilan leik. Já, þú mátt bara segja það sem vilt. Hann er hangið henni. Þetta er miklu meira fríkast.
Þeir sleppa þessu, þetta frekar sleppa Þetta er hinu. svolítið skrýpa sýning frá dómurinn hér og Valsar að fá aftur hraðaplöp og aftur í mark. Hefði getað komið á okkur í 3 marka mun en núna er hann aftur komin í 5. Þetta var svo stórfurðulegur dómar að sleppa þessu fríkasti þarna. Það er ekki nokkuð spurning að þetta var átt að dæma á þetta. Miklu frekar en fyrrabrotið en þeir eru kannski bara ákveð að sleppa því að þið voru búin að dæma einu sinni. Díana sækir á, Sara fær hann í sig og hún mætir mig bara. Þetta var langt inn í teig samt. Já, hún Kristín var langt inn í teig. Þegar sagði reglunum áðan þá var þetta vítakast en... Já, það er alltaf bara svona dæma þú vilt sko. Það er svolítið dæma þú vilt stemmingina. Dilja fær boltan, sækir í sig mann, Díana sækir á varnarmannina og Já, hún haustar markmanninn. Ólöf Ásta er ekki að spara neitt hér. Við fyrsta markið sitt í leiknum. Hún er allt múlíkt stelpa, skipta miðjumaður og hornamaður. Hvað getur hún ekki, segi ég nú bara. Kann maður segja frá því að hún er með mér í Vestló. Ég fæ að hérna... Flott eftir skólanum landinu. Ég fæ að tilkynna hérna, hún er númer 21 og Diljá er 22. Það var Kolbrún sem að klúða þessu. Hvað var ég að sjá? Það er bara skot í samskeytin. Þetta er skemmtilegt. Er ekki 13-8, það vantar ekki marka töfluna komið. Já. Valsara stúrkur taka þarna við Söru. Sara er... Heyrðu ásætla jinx eitthvað, þá er ég bara búinn að sanna það núna. Það er hægt að vera vallaþulur og lýsandi í Fjölnistífi á sama tíma. Þó að trufli mig, þá skiptir það ekki máli. Nei, þú ert öllu vann út. Sónu pappa þess. Já, það er rétt. Hann er bara svoleiðis. Áreitnið er ekki í minni orðabók. Já, það er verið að brjóta harkalega á Fjölnistelpunum, en lítið dæmt. Já, ég meina þú, þetta var bara fríkast, þetta var bara gott fríkast, þeir verða að gera þetta hamrana niður, það er eiga að taka Andru... En þeir eru að gefa þetta svolítið sko, þeir eru að deyfa þeim að slá sig í gól. Já, ég sammála því, en þetta verður Valslega að gera. Vá, ég heyrði skellin hingað. Já, hún lendir hérna á bakinu. Díana er ekki, það má segja að hún er mjög kunnug þegar kemur að skellum. Það heyrist alltaf svona 2-3 í leik. Og flott skot hjá Andru en Berglind ver. Hvað er hún komið varðan? Er það 10. varði boltinn eða 9. hjá henni? Þetta var 9. varði boltinn. Já, wow! Gíja að verja mikilvæga bolta hér. Þvílíkur markmaður. Hún er fædd 1998. Já. Ekki í landsliðinu. Sumir segja að það sé umdeilt. Ég er sammálaðum. Já, ég er bara alltaf að segja það. Eina sem ég veit að hún er góð markmaður og þetta var fárlega vel gert. Hún er góð í að koma út á exa. Þetta var mjög skrítið, það er fríkast. Þetta Gíja er að halda okkur inn í þessum leik að vera bara 5 mörkum undir. Hún er búin að eiga nokkra stórbrotna vöslur hérna. Hún ver þegar skiptir máli og það er ummerki á flottu markmanni. Já, engin spurning, þetta er... Það er verðinni. Eigður á boltan! Fótur! Þetta er klár fótur! Já, hárréttur dómur. Patrik Maximilian með auga tígursins. Ég held að það spila svolítið inn í að við erum fyrir ofan að góla. Þá er svolítið... Já, við bara, þetta var hárréttur dómur. Já, gamla segur að nafnið minn er eftirlitsdómari Aðalsteinn. Þetta var vont skot, eða eitthvað erfitt skot, bara vont skot og sending fram. Nei. Enn og aftur skorar Íris úr hraðaplöpi. Það er bara ekki hægt að stoppa hana, sé ég. Þetta er svolítið búin að herja Fjölnistelpunar eða að skýla sér ekki nóg hratt í vörn. Þetta er bara munurinn á bestu liðunum, Alli, og liðum eins og okkur sem erum í bara erfiðleikum í sér deild. Já, hei. Ok, þetta er að verða fullt mikið hér. Það er að svolítið mikið að keyra yfir þær. Bara fríkast eftir. Fjölnistelpunar eru 7 mörkum undir, nei 6 mörkum undir afsakið og geta komið sér í 9 mörk. Það þurfa að skora hér. Já, ef ég væri hún, þá myndi ég henda í svona skemmtilegan frontspil yfir vegginn og búast við að Berglind getur ekki búast við því. Já, svona. Já, henda honum yfir. Ég er rosalega góður í því. Díana með fínt skot en Berglind stendur vörð eins og vanlega. 10. skot, Berglind Íris Hansdóttir. Þið heyrðu það fyrst hér, 10 varin skot frá Berglindi. Berglind á stórleik. Hún er með, 60% vörslu eða eitthvað svoleiðis. Eins og sjá á vellinu þá er það Addi, þjálfari meistaraflokks Fjölnis karla. Hann var áður, þjálfari Selfossar. En ég er farinn hérna.
og kem eftir örskamma stund.
Já, góða kvöldið aftur. Ég heiti Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson og með mér Ingvar Örn Ákason. Já. AKA Lotto-bissan, ég fekk 2 rétta á bónusi síðasta lottói. Fekk 630 kall tilbaka af miða sem kostaði 650 kall. Þannig að tæknilega séð, tapaði ég bara 20 krónum. Hjá mér. Ykkur á niður á... Þá ég ekki búinn að fá nickname frá honum Ingvari. Ég ósáttur með það. Já, við erum að vinna í því. Hann ekkert að vinna í því, hann vill bara ekkert gefa mig nickname. Já, Alli sonur pappasins, Aðalsteinsson. Alli sonur Allason. Já, Alli Allason. Herru, þá allt í reiði hér í Dalasum. Maximilian og Arnór klári, liðin eru klár. Og fólki í stúkunni búið að kaupa sér pítsu. Addi situr, Spakar upp í stúku, Gústi Jó upp í stúku, Kristján Gaukur upp í stúku. Hver ekki upp í stúku? Þeir sem ekki upp í stúku eru heima að horfa. En flestir sem eru menn með mönnum eða fólk með fólki, konum með konum, allir með öllum, þeir eru upp í stúku. Hann bara svoleiðis. Addi vill ekki láta neitt setja hliðina á sér. Nei, en það heldur hann ríkfast sæti eins og hann hafi pláss fyrir einn olbúa hamborgari viðbót, tvöfaldan Palla Spes. Já, eru við að tala um svoleiðis? Tinder date? Tinder date. Ég er að mynda að fara svoleiðis á morgun, en við viljum ekki að pæla í því meira. Línamaðurinn kemur út og sækir boltan. Kristi fær boltan og sendir á Morgan. Hvað gerir Kristín? Hún plaffar á markið og þetta Gíja ver! Og með sitt sjötta varðarskot, númer 1, Gíja Arason! Ekki þetta fyrsta skipti sem Gíja að verja bolta. Það sést vel, reynslu bolti hér á ferð. Sérðu hvernig glöð líka? Hún fær mikla stemningun í leikinn. Gleðin hjálpar. Það er rétt hjá þér. Gleði. Ég var að drekka kaffibolla, þannig að ég er ennþá æstra en ég var hér áðan. Já. Hún að spila, þeir eru greinilega búin að vera að tala saman hann að stelpunar. Og líka að valsa stelpunar, hún mæti bara tekur Andriu í bakarið. Já, engin spurning. Þetta var Bryndís Elín sem kom og stoppaði það skiptir engu máli. Ég þarf ekki að sjá til að segja. Andrea, þetta er pjúra 2 mínútur. Það er bara bye. Þetta er 2 mínútur brottisun. Já, 2 mínútur brottisun. Já, hann er rétt. Sjáumst. Fylgirinn í jörðina. Nú hefur... Elín Völer, hún er farin út af. Já, 2 mínútur brottisun. Já, er þetta ekki hérna fyrsta 2 mínútur brottisun? Já, bara á valsara stelpunar. Já, þetta er komið. Geta Fjölnir stelpunir nýttir þetta? Það er spurningin. Berglind þarf að galdra eitthvað. Eða Díana, eða Andrea, eða bara Fjölnir stelpunir í heildinni. Já, við þurfum að fá ansi gott framlag frá öllum eða einhvern séns í þetta núna. Mikill háa í stúkunni. Andrea er laus, en Karen, hún lætur verja boltan. Hún Berglind er að verja 11 bolta í þessu leik. Það er ótrúleg tölfræði. Já, það heyrist núna vel í valsmönnum. Það er alvöru stemming hjá valsmönnum. Það er ágætt að það myndi heyrast jafn mikið í Fjölnisfólkið sem að nota núna klöppurna frá Korputorgi. Sjá þetta spil hjá valsarastelpunum. Þetta er flott og hratt spil. Hún mætir á plattformarki. Já, skotið framhjá. Við viljum enda látið bolta ganga í mínútu og skjótið síðan framhjá. Þá erum við í toppmálum. Ef það gera það 6 sinnum og við skorum 6 sinnum, þá erum við búin að jafna leikinn. Þetta er ekki flókið. Fjölnir stelpunum að leikir brotið í gegn. Og Berglind skorar, hvað er ég að segja? Hún var boltan þetta að segja. Hún var þann inn, það sem ég að segja. Já, Berglind skoraði þarna. Allir mjög stressað þegar Berglind kærasta sinni boltan. Þetta var vel gett hjá henni. Þetta er flott spil. Hún bara keyrir í gegn. Og hún er búin að skora 2 mörk í þessu leik. Vá, hún ver aftur hún Gíja. Þetta er ótrúleg frammiðstaða hjá henni. Það má segja að Gíja sé að gíra sig í gang. Já, Gíja er að keyra sig í toppstand hérna. Það er leiðilegt ef hún verður maður leiksins sem er samt gaman en hún borðar ekki Dominos pítsur. Þetta ætti nú bara að gera neitt, hún bara hættir. En hún bara gefur einhverju með sér. Engin spurning. Það verður erfitt þegar Sólveig komin í liði eftir svona frammistöðu hjá Gíju. Já, hann hangar, ég er sammálað því. Hvað ætlar hún að gera? Hún lætur snúa sig. Já, hún tekur bara á henni. Þetta er flott vörn. Pældi því alveg, við erum með Sólveig núna sem er meitt, Gíja er í markinu. Þar fyrir utan erum við með þessar Söru Sif sem er á bekknum. Og svo er Karen bara hörkumarkmaður líka. Vá, hvað þetta var flott skot. Ég held að framtíð Fjölnis í markmannamálum sé ekki í vanda. Við erum með flottar stelpur sem er komið. Engin spurningin sem maður myndi einhvern tíma að segja. Sólveig er 95 held ég.
og svo Gíja 98, Karin 98 og Sara 0-0. Já, þetta fáránlegt. Þú veist, samanlegar aldur þeirra ekki gamall. Vá, hvað hún á að bjarga sig þarna á Berglind með 12. varða skotið sitt. Núna fyrir þær sókn, flott línusending og þær skora. Þær að koma sér í 16 mörk. Það 7 marka munur hérna. Karin sækir á, sendir á Díanu. Hvað Díana fer mjög hægt á marki og skýtur yfir. Já, þetta var ekki fríkast held ég. Mér fannst þetta ekki verið fríkast. Nei. Mér finnst þetta bara liðt skot. Já. Hann var kannski með skrítið sjónar á þetta en Við með þetta svona beint fyrir framan okkur sko, þannig að þetta var ekki fríkast. Snertinguna. Já, þetta var ekki fríkast, en við fengum fríkast, þannig að ég alveg búinn að gleyma að minnast á það að Þorgils mættur á kameruna. Já, Þorgils að taka myndir. Hann er mikið legend. Hann demantur sem er falinn hérna hjá og vel spilað. Og Andrea að slúta vel fram hjá Berglindi. Núna Valsarar strax mættir. Þetta var fáránlega vel spilað. Kristín mættina. Morgan keyrir sig í gegn og kemur sér algjörlega í gegnum vörnina af Fjölni og skorar. Já, þetta var full auðveld mörk í bakkið. Það eru svona hálf sofandi í vörnina. Við erum ennþá að fagna mörkunum okkar á menn að Valstelpu fara bara áfram og klára dæmið. Þetta forvitnilegt. Ég búinn að taka hendun af mér, ég held að sé að trufla mig og já, þetta er rétt. Það fríka stend út af skrefum að Sigurlaugu Rúnarsdóttur. Skref, það ekkert flóknir. Stefán Karlsson maðurinn hennar horfir forviða á svo dómgæslu upp í stúku. Þannig setjum við Lena Gústa og Eyþóri frá Selfossi. Kann hún að segja frá því, ég veit ekki hverju þessir menn eru. Nei, ég að djóka. Gústi landsliðsþjálfari kvenna, hann að skoða framtíðar eintök landsliðsins. Geta komið frá öllum, já, Berglind mætt út í Kristínu. Já, þetta vel. Fín vörn hjá Berglindi. Þetta reynslu bolti á móti ungri og framandi stelpu. Framandi sagðan, já. Hann er komin í eitthvað annan handbolta en hann alveg. Framtíðarstelpa er annað, já. Ég sagði það við. Þetta er flott. Sóknin hjá Völsurum í mólum. Hei, ég myndi segja þetta var í tvígrið. Kristín Guðmundsson, þetta var alltaf mjög skref hann. Hvað hún var samt að koma sér, hún er með frábær skref. Já. Hún er að stinga sér í gegn hægri vinstri. Það er rétt. Fyrir þá sem vissu ekki, þá er Ingvar söngvarinn í Valdimar. Og Gíja ver! Hún er að verja aftur. Ég segi lok og læs og allt í stáli hérna hjá Fjölni. Já, það var gaman að hún hétti Páll, en hérna hún heiti Gíja. Annars hefur tekið lagið bara saman, lok og læs og allt í stáli, lokað fyrir Páli. Núna Fjölnir kom hún í sók og hvað ætlar, já, flott sending. Og vippan framhjá. Vippaði yfir Berglindi en framhjá markinu. Það vantar stundum aðeins upp á sjálfstöðstu finnst mér hjá Fanney þegar hún fer í gegn. Því hún getur þetta svo sannarlega. Já, vel gert. Frábær vörn hjá Andreu. Beint í hausinn á ennið á Berglindi. Og ekki stoppa leikinn. Það kastað í andlitið á henni, en það greinilega allt í lagi. Já, við þurfum að halda þess áfram. Það má sjá nokkra litla stráka á trómunum. Þetta eru báðir undir Donna og Jóni Pálssyni. Já, þetta eru Dóri markmaður, Einar stórskipta og Aron miðjumaður. Þeir eru allir í 17 flokki eldri. Og hvað gerist núna? Hvað gerir Andrea? Og farið í gegn. Já, þetta er vítakast. Nei. Það hlýtur að vera vítakast. Og Fanney setur hann framjá. Það hlýtur bara að vera vítakast. Gústi sammála mér hérna. Keiraður tvær í teig. Svavar Elliði sammála mér hérna. Maximilian hlýtur að sammála. Hann er bara tvær í teig. Keirir á þær. Þetta er vítakast í leik allavega. Andrés er ekki sáttur. Ég sammála Andrés hérna. Andrés lætur heyri í sér. Og Valsarar stelpunar skora. Valsarar stelpunar eru svolítið að refsa. Bæði dómarmistök og líka bara mistök á stelpunum að kosta þær. Já. Og þetta heldur Valsarar stúkan áfram. Það áttur bara að dæma vítakast. Það voru tværinn í teig hérna. Það er víti af Fjölnistelpunum. Já. Díana reynir erfitt skot. Og það er dæmt fríkast. Berglind Íris Hansdóttir er komið 13 varin skot. Hún er bara að loka þessum leikjarna með yfir 50% markværslu. Og þar með það bara farið. Og hvað gerir Berglind hérna?
Andrea, Karen. Já, Það reyna fríkast. mjög erfiða sendingar á milli, sérstaklega á línu. Einhverjar sendingar með úllið aftanfrá. Þetta getur verið flókið. Já. Einasta handboltamann. Mikkel Hansen og góð Berglind hreyfingu. Og hún setur hann stöngin inn. Beku að setja hann. Wow! Hún að sko... Berglind er nummið 3 og að setja núna 3. markið sitt í leiknum. Þetta var fárlega vel gert, Alli. Þetta var mjög vel gert hjá henni. Hún er búin að... Það má segja að hún er búin að kenna mér handbolta senastu mánuði. Engin spurning. Það er allan ekki öfugt. Ég get alveg lofað því. Hún hefur miklu meira potential heldur en sumir. Og hún er búin að skora miklu fleiri meistaraflsmörk heldur en ég. Það er bókamál. Og hún er mun betri í vörn en ég. Já, það er samt eitthvað mjög... Það var vandræðalegt. Ég get sagt þér það, Alli. Ég hef alltaf fundið skrítið þegar handboltamenn kunni ekki að spila vörn. Nei. En það er bara ég. Hvað veit ég? Hvað veit Ingvar? Ég veit ekki neitt. Kann ekki þjálfa. Já, ég kann að dæma og ég kann að þjálfa, sko. Það er rétt. Komst ekki áfram með alltaf gott talent. Og ég komst víst áfram eina umferð. Hann náði að væla sig. Nei, ekkert svo leiðis. Ég stóð bara á sviðinu. Herðu, bara fyrir það sem er að horfa og hlusta og fatta ekkert, þá búið að taka leikli hér þó að þessi hérna í einheltis ára og sá mig. Má ég fá eitt inn að, má ég komast áfram? Nei, það var ekkert svo leiðis. Mér finnst þetta mjög skrítið hérna. Jón Jónsson, ég er með þér í skóla. Ég fer að taka Andra á Flandri át og lapp úr viðtalinu. Aldrei að segja hann var ekki flottur, ég sagði hann bara hann komst ekki áfram. Herðu, það er bara ekki rétt, ég komst víst áfram. Komst áfram? Ég komst áfram 2 röð. Já, komst áfram svona tæpur það ekki? Nei, komst áfram. Ég fór áfram 2 röð. Ég fór bara áfram 2 röð með X á bakkinu og hérna ég er með breitt bak og ég tek mikið á mig og hérna þetta bara... Hérstu áfram eftir það? Nei, ég fór sér þetta áfram í milli val, ég var valin í top 60 eða eitthvað og datt út eða valin í top 20, eða top 18. Það ég fer ekkert ánum því. Þetta Selmabjörg spilaði þar inn í... Já, örugglega. Herru, hérna við sjáum það, hérna Aðalsteinn Örnólfsson, eftirliðsmaður, hann var að ræða þetta við Patrik Maximilian og Arnór hérna í leiklíðinu og aðeins að fara yfir stöðunum, það var ekki að benda, þetta var eitthvað svona misræmi í sikur áttina. Væntanlega, já, hann var að segja hvað teigurum væri. En hérna, það er 2 atvik sem að klárlega við búið að ræna okkur viti, ekki það að skipti höfumáli fyrir leikinn sjálfan, en já, ég meina við erum náttúrulega, já. Mörkum og smá dómara. Engin spurning. Dómara réttindum, hvað segja það, bara dómara... Ég veit ekki... Slakaði bara á Alli, fylgjast bara með sérna, Ólu varst að leysa sér inn. Já, þetta var ekki góð sending á Berglindi. Nei, þetta er eitthvað, það er mjög lengi að koma sér aftur og það er bara að fara í bakjáð. Hún Íris er að skora núna sitt 8. mark. Það er... Þetta hjálpar ekki. Þetta leiklið var kannski ekki alveg að gera góð hluti. Nei, ég vil bara segja að þær eru allt og lengi tilbaka. Já. En, hvað veit ég? Heyrðu, það er klárt að vanda smá stemningu hérna í húsið. Ólöf er að leysa hérna inn. Núna fær Dína, ég veit ekki alveg hvað... Þetta er kannski full mikið þessar löngu sendingar í horni og það er keyrt yfir þær hérna. Og það er skora úr svona 100. hrafölu sín leiknum og staðan er 11-21. Það er komið 10 marka munur í leiknum. Já, Alli, það var, 6 marka munur í hálfleik og við vorum... Það hefði komið sér í 3 marka mun í fyrir hálfleik. Já, nú er munurinn hins vegar orðin svona, já, nú er svona munurinn á liðunum að sína sig að 10 marka munur og... Já. Og ég hef smá ágjör af því að þetta fari í ykkur 15-20 mörk, það er leiðilegt. Það er að keyra yfir okkur hérna. Sko, málið er að þetta er bara reynsluleysi. Þetta er sko, það er að leyfa þeim að spila sig, í því sem þau eru góðar. Það er að leyfa að taka hraðaflöfu sín. Það er náttúrulega því við erum ekki að klára sóknuna almennilega. Já, en það er líka málið. Það er að mata þær í vörninni. Já. Það er vandamálið, sko. Berglind klappar í markinu, hún er mjög ánægð með vörnina sína, skiljanlegt, hún er með hvað, 13-14 varða bolta. Já. Og Díana... Þetta er kannski full mikið hérna. Hún bara gást upp hana, tók Atla úr mílun á þetta og lét sér bara detta í gólfið. Já, það er yfirlýsing, þetta er Alli Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson sem segir þetta, Atli minn, þetta var ekki ég sem sagði þetta. Það var Alli sem hélt þessu fram. Atli er örugglega að fara að berja það á morgun. Og Andrea fyrir loftið og það lætur verja frá sér og Valsar að fara í hraðaplaup. Hvað gerir númer 15? Og hún slúttar þessu og Díana er að fara að fá líklegast 2 mínútur. Þetta gæti verið rautt.
Og það er tveggjuminn á Brottisun hérna á Díunu. Hún er ekki sátt með Patrik Maximilian. Þetta er líklega rétt Þetta er samt. alveg rétt hjá honum. Já, ég held að þetta sé rétt. Ég held að þetta sé hárrétt. Þá fekk einn strákur rautt fyrir að gera svona í leik. Já. Aðeins verra reyndar en þetta var 100% 2 mínútur allavega. Hann gæti ekki gert neitt minna en það. Æja, það er 22. Það er tvöfaldur munur á liðunum. það er Fjölnistelpur einum færri. Já, nú er þá Sara Dögg komin inn í hægri skyttuna. Já, við verðum að halda þessu áfram samt, við verðum að klára leikina. 80 mínútur eftir. Halda áfram með stemningunni í stúkunni. Þetta er einn af þessum leikir sem vissum að yrðu svona. Þetta eru erfiðir leikir á móti Val, Fram og þessum stórum liðum. En við verðum að mæta í þá. Svona, þeir eru búin að taka liðin sem þeir eiga að taka, en þeir eru ekki ná að stríða stelpunum sem þeir eiga að stríða. Nei, ég meina eiga stríða og ekki eiga stríða, skilur við. Þetta er náttúrulega, þetta er bara... Þetta er mjög erfitt. Það er rosalega munur að koma, ég meina meðalaldurinn í liðinu er 16,9 ár held ég. Nei, það er 18 ára, það ekki? Nei. Er það yngri? Já. Þú sér það er bara 3-4 sem eru eldri en 20 í þessu liði. Kringu 20. Og hún slúttar þessu. Og Kristín er að skora aftur. 5 mörk. Já, staðan er 23-11. Orðið svolítið erfitt. Nú sérðu það, alveg nú ætlum ég bara að benda á það að Addi hérna, Addi Olbo Hamborgar er komin upp í stúku og situr við aftan Gústa Jó og er að hvísla á honum. Ég veit ekki hvað þeim gengur til þar. Eitthvað að tala kannski að hann átt að fara í ólís en ekki hann. Já, mér fannst að vera að benda okkur eitthvað baktala okkur, en við sjáum hann getur ekkert baktala okkur, við horfum á hann og lesum varir, þannig við getum zooma á hann ef hann vill það. Herru, 23-11 Fjölnir í sókn og... Þetta er... Og Fjölnistelpur... Já! Á víti! Þetta var flott hjá Andreu. Þetta var mjög vel sótt hjá Andreu, góð hreyfing og hérna... Bara mjög vel gert. Andreu í þessu leik og Já. líka Berglindi. Já. Þó þessi ungar, þá eru þeir ofta að stíga upp í leikjum og það vantar hér. Já, en ok, Berglind. Hvað ætla Berglind að gera? Móti Berglindi, Berglind vs. Berglind og Berglind lætur verja frá sér. Og það er númer 21, þessu 15. var það skot Berglind Íris Hansdóttir. Berglind meiðist aðeins. Þetta var vel varið á Berglind. Já, þetta var bara mjög, hún bara mætti að ná mér fannst þetta svona, ég ætla að segja að það var svona kæruleysisbragur af þessu hjá Berglindi í vítakastunum að taka þetta. Þú getur rætt þetta við hann eftir leik. Ég geri það örglega, nú var bara, hann vantaði smá svona viljan í þetta. Já, hún nefndi sig ekki. Díana er að skora, kemur inn og skorar. Díana Kristín Sigmarsdóttir. Og nú sjáum við að Sara Sif er komin í markið. Númer 2, ég veit ekki alveg af hverju það er. Það hefur gleymst að setja 12 á baki á henni og framan á. Já, hún er númer 2, en ég segja venjulega númer 12, þannig að þetta er nýr búningur. Og Íris er að skora, hún er að setja sér 9. mark. Þetta er ótrúleg framistæð hjá henni. Hún er að fá hraðablöp eftir hraðablöp. Já, það er 10 marka munur, 12 marka munur segir 24-12. Og Sara Dögg er að koma inn á. Andrés og Berglind ræða málin sín hérna niðri meðan Sara Dögg sem er fædd 2000. Já, hún er bara eins og, ég veit ekki hvort munið eftir allir, þú varst náttúrulega bara 2 ára, en þegar árið 2000 gekk í garð og þá var ég að vera 16 ára. Það var að tala 2000 vandan, það átti bara alltaf að springa, ristavélar og öll heimilistæki því að það vissi ekki hvernig tímatali fær áfram yfir 2000. Þannig að það átti að vera síðast í dag á jarðarinnar, en það gerðist ekki. Ég er gáðasta dýrið, finnst mér. Já, Díana lætur enn og aftur taka sig. Hún er að mata þær. Hún er að reyna alveg. Ég veit það, en það eru sterkar í vörninni. Það átti bara að skjóta fyrir utan teig, hún getur það, hún er með frábær skot. Ef þið heyrið í Ingvari, þá heyrið þið að hún er að verja sitt 16. skot í leiknum. Hún er búin að fá 12 á sig og Íris vippar yfir Söru og skora sitt 10. mark. Hún lætur þetta lítið út eins og þetta sé einföld íþrótt sem þetta er. Já, en er ekki. Nú, þetta er víst einfalt. Ásgeir sagði það leikmann 3 flokks. Hann sagði mikið Ingvar, veistu hvað, handbolti er einfalt sport. Maður fer bara í gegn og skorar. Og ég er sammálum. Ásgeir sagði mér þetta. Ekki vera að ljúga. Ásgeir sagði þér þetta? Já. Já, þá sagði þú honum þetta ekki.
Þetta er skoti innkast en ég hef nú dæmt fríkast á þetta. Ég heyri ekkert í sjálfum mér, þannig að ég veit ekkert hvað ég er að segja. Nei, þú veist ekkert hvað er í gangi, þú ert orðinn stressaður. Ég er búinn að drekka allt of mikið kaffi. Og þá er þetta bara... Hún lappar bara í gegn hana. Samskipta örðuleikar í Fjölnisvörninni og 26 mörk komin á töfluna. Alli, ég get alveg sagt þér það samt að ef að stemningin er svona að fólk vilja bara láta... Já, hún lappaði bara í gegn frá miðju og ef það nennir sig ekki þá bara er betra að sleppa þessu. Já, málið er að vantar viljan í þessan leik. Viljan í leikinn hjá henni. Já, það eru full mikið búin að ákvaða að þessi leikur sé tapað frá upphafi en vissulega, þú veist, þetta er leikur á móti Val og það er ekki að fela að það eru spil á móti... Vá! Díana er að setja undirhandarskot. Voru erfið hjá henni í... Nei, aldrei! Ha? Þetta kemur úr heiðskýru lofti, eins og þruma úr heiðskýru lofti. Já, eins og... 2 mínútur Alli er og hérna víti. með frasan á hreinu, þetta kemur eins og úr heiðskýru lofti, sagðan. Þruma úr heiðskýru Svo lofti. bætti hann við þrumunni bara. Ég vona að fólk sé ekki að hlusta á þetta og vona að fólk haldi ekki að ég hafa sagt þetta. Þruman kom eftir á. Þetta var mjög sérstakt. Alli að reyna að segja eitthvað fyndið, en Alli, fylgstu með vítunni, ég er frá að tilkynna mark eða varið. Þetta er Berglind á móti Söru og... Nei, hvað segja? Berglind kom Kristín og Kristín skorar. Ég er algjörlega í ruglinu hérna. Það má segja að ég sé með skýtunum á bak hér í leiknum. Ingvar að gera það en það er verið fyrir mig. Og eftir hann ég móðgaði hann aðeins með það, hann komst ekki áfram eftir hann að tala. Ég móðga mikið með að ljúga mér, bara hérna, eða ljúga upp á mig. En hvað er það? Berglind klippir Andriðu, Sara sendir á hana og það er aftur undirhandarskot og aftur fer boltinn inn. Valsar að reyna að taka hraða miðju en það gengur ekki, það eru komnar yfir miðjuna. Miðjan er þetta rauðalínan hana, rauða körfuboltalínan sem að blandast við blálínuna. Ingvar er fullur af staðreyndum. Kristín er eitthvað að meiða sig. Þetta gæti orðið vandræði fyrir Valsara stelpunar. Hún er búin að vera frábær í þessum leik. Hún og Íris. Já, staðan er 14-28, menn leiksins hjá Val hafa klárlega verið Berglind Íris Hansdóttir með 16 varin skot. Það verður erfitt að velja á milli sko. Íris er búin að vera Já, fyrir mitt leiti samt er það Berglind sem er búin að halda þeim bara og hún er búin að skapa þessi hraðablöf með neglunum fram. Ég myndi velja hana. Já, ég er sammálaður. Þannig að eins og staðan núna er hún líklegust til að vera valin. Það eru 12 mínútur eftir þessum leik. Já. Og Díana lætur brjóta á sér. Og Það er að þessu, 5 hjá Val, ég sé ekki á hverju. Stoppaði tíminn hérna, og ég heldur með þess að Gíja sé örugglega mitt fyrsta val okkar megin, var það 8 skot og var bara standur hún eins og það var svona gleði í henni og vantaði svona... Markmann að rimma. Já, ég held það. Í dag er þetta svolítið svoleiðis. En Berglind Íris er alltaf margreynd og einn allra besti markmann landsins í, já, örugglega yfir áratug. Þetta er bara svona er þetta. Þú mætir góðum markmanni, þá er svolítið spurningamerki hvernig leikum mun fara. Já. Hvað? Já, ég var að segja að Berglind Íris var mjög gömul og það má víst alveg. Konur eldast eins og menn. Ekkert mál. Hefði já, þá er Díana staðin upp og það klappa fyrir henni. Og hún, hvað segja, haltrar. Já. Hún misti í sig. Ætlar hún að halda áfram. Hún er alltaf í kontakt. Já, og hún getur þetta ekki. Nei, það verðist hugsanlega verið að fara eitthvað í öklanum handa. Þetta lítur ekki vel út. Anders kemur potrólur hana. Þorsteinn Máni er hins vegar með töframátt í höndunum. Hann spurði hvort það geti breytt þessu á augabræði. Á einu augabræði. Hún er búin að vera að halda þeim í þessum leik. Þó að það sé erfitt en þá er hún búin að vera að setja undirskot og vera að skora á hana Berglindi. Já, engin spurning. Og nú er vonandi klappa bara aftur fyrir henni. Já, klöppum vel fyrir því. Þetta er mjög slæmt. Klöppum fyrir því. Já, hún er grátandi hérna. Þetta hefur verið eftir, þegar hún stóð fyrst upp svo steg aftur í löppina og virka þetta. Já, þetta er slæma fréttir. Ákveður að þrífa gólfið, skiljanlegt. Ef að með allt á hreinu þó hún sé vinkona Hafdísar, þá er með allt annað á hreinu. Til það sem veit ekki hvað Hafdís er, þá er hún líka leikmaður Fjölnis. Já, í 3. og 4. flokki, herru, Díana Ágústsdóttir er komin inn á. Það er Díana fyrir Díunu. Við erum með allt hérna í Fjölni. Nöfnur og vinstran. Já. Það má segja það. Engin spurning. Og Berglind.
Nú þurfum bara að halda smá virðingu hérna, klára leikið með sæmd. Já, Díana fær fríkast hérna. Það er svona tildurlótið. Ég veit hvernig hvort það átt að dæma þetta en ekki, en þeir dæma á þetta. Þannig að hvað get ég sagt? Já, Berglind. Berglind sækir í sig, Andri klift og Sara kemur sér á móti þremur, klippir hann að Díunu. Díuna tripp. Og Andrea höndin uppi. Wow, fast undan skoti en þetta fer framjá. Rétt framjá segir nú bara. Þetta er erfitt núna þessar myndir. Við erum að jafnt í liðum núna. Fyrir þá sem sjá Tristan á kamerunni, þá er hann þarna vinstra megin við okkur, setur hann einn með nokkrum vinnu sínum. Fyrir þá sem veit ekki hver Tristan er, þá er hann einn flottasti línumöð Fjölnis. Appelsínugulum fötum, klæddur í appelsínugulum skóm og er bara maður Fjölnis. Alltaf, hann býr inn í Dalhúsum, en hvað er ég að tala um hann? Það er Fjölnisleikur í gangi og hún er með frábært skot enn og aftur Kristín. Og með sér 7. mark, nr. 10, Kristín Guðmundsdóttir. Þið sem heyrið í honum Ingvari vinn okkar, þá var hún að skora 7 mörk. 7 mörk hjá Kristínu, já. Uppbólstala mín. Og það er búið að taka Berglind út af. Umdelanlegt segir nú bara að Leifin er bara... Já, hún var komið með 16 varin og 14 fengið á sig. Það eru 50+% markvarsla. Bara fínt að gefa henni séns því að leikurinn er búinn. 29-14, hann er ekki búinn tímalega en úrslitalega síðan er búinn. Já, fínt skotan af Díana Ágústsdóttir. Fer út af í engast. Það er svona Ástrós Anna Bender sem er komin í markið á Val. Ég var að heyra það frá ónefndum aðila að hún var að verja bara mjög vel á móti IBVF hérna daginn. Já. Það gæti spilað inn í okkur hún er að fara að spila en það er farið hraðablaup. Hvað gerist hér? Berglind er komin í hraðablaup. Þetta var semi-tvígrip, já þetta er rétt. Já, það er dæmið svolítið seint en... Já, hún dæmdi seint, hann var ekki viss bara en það er betra að dæma seint og rétt heldur en fljótt og vitlaust. Better late than never, segi ég nú bara. Já. Og það er farið þetta var skref líka, já, það er rétt, þetta var 4 skref. Þetta var að keyra í bakki á þeim. Þetta er bara vel dæmt hjá þeim bakkabræðurum hérna. Ágúst er búinn að ákveða að yfirgeða svæðið. Já, hann nennir þessu ekki. Gústi er farinn. Hann ætlar að fara og reyna að bjarga Víkingu frá falli. Já. Gáum hvað gerist. Hann nennir alls ekki að standa í þessu. Dóttir hans tók eina miðjuskot á hann í dómurúrsleiknum og skoraði. Dætur hans eru mjög góðar í handbolta, mjög efnilegar og góðar í sínum aldursflokki allavega. Og hvað gerist hér? Já. Aftur, 2 mínútur líka. Já, það er aftur. Ég held hann hafi bara með þess að heppinur að fá 2. Já. Mér sýndist það, þetta var svo klaufalegt. Það eftir viljandi bara lenti þannig að það er hægt að gefa meira en 2, held ég. Já, það sem ég segi nú bara er að sumir dæma bara ekki neitt á þetta og sumir dæma bara svona. Já, sumir myndu dæma lína á þetta, já. Það er ekkert samræmi hér á mig. Nei, ég er sammála. Og Andris er ekki sáttur, hann er að tala hérna við eftirlitsmann niðri. Ég er sammála að búið að vanta smá samræmi. Það er bara, við erum lítið land, þá er það samræmi. Við erum alltaf að tala um hvernig annan. Leikmaður nr. 10 með sitt 8. mark, Kristín Guðmundsdóttir. Kristín er að koma sér inn í keppnina aftur að vera valinn kvenmaður leiksins. Kvenmaður leiksins? Alli, hvað er að þér? Þetta er Dóminosmaður leiksins. Dóminosmaður? Er það Dóminosmaður? Dóminosmaður leiksins, hann fær gjafir frá Dóminos. Þetta er eins og Kristján Gaukur segir Palli Spes er ekki Palli Spes og tekur pallan úr spesinu. Er það ekki nickname mitt? Alli Spes? Nei, já, Alli Spes er mjög gott nafn, það er komið á þig, Alli Spes. Nei, ég var nú bara að djóka. Og ef það væri til hambúrgar sem var Alli Spes, þá var það hambúrgar með engu. Þetta var flott reyningi á henni í Díunu, en næri ekki að klára þetta. Bara brauð með ekki eins og sko borgar á milli, jafnvel ostur á milli og hita í örbylgju, það er Alli Spes. Þróta borgar ekki eins og með sveppum sem eru vondir, en við erum á handboltaleik hér. Ég kom með nickname fyrir Ingvar okkar, Ingvar 4X Örn. Já, ég fekk alls ekki 4X en þú mátt vera flottur. Þú fekkst reyndar 4X. Nei. Þau X-uðu öll á endanum. Nei. Þorgjörður X-aði 2 svar. Þetta er bara ekki rétt hjá þér. Þetta er mjög skrítið, nú ættu bara að ljúga hér. Og wow, þetta kom bara eins og þrum og heiskjur lofti. Þetta hefði getað verið inni en hún var þetta mjög vel. Það hefur svona minkað stemningin í húsinu, staðan alltaf 30-14. 7 mínútur eftir. Hvað þýðir þetta fyrir Fjölnis stelpur, Ingvar? Er það í 9. eða 10. sæti? Nei, ég er ekki viss. En það er náttúrulega með 8 stig sem verður ekki tekið aðeim og þær eru fyrir ofan mörg góð lið þarna fyrir neðan. Meðallandsliðið svo Fylkir. Óheppnir að tapa mútið K.A. Svo fyrir neðan þær eru K.A. Þór, það er Afturölding fyrir neðan þær, IR er fyrir neðan þær.
Við erum nú bara í fínum málum, en það er leiðilegt að tapa svona leikir svona stórt. Og algjör óþarfi með þess að vera að bera mikla virðingu fyrir þeim, allt og mikla. Þó að séu betra en við. Ég held nefnilega að máli sé að... Herru, Díana er komin aftur inn á. Þetta kallast að vera með seglu. Já, ég ætla samt að segja að það sé skrítið að setja hann inn, því að, ég meina, hún misti sig hann af illa á hann. Já. Og það er bara kvílan að leikunni tapaður, við þurfum, það skiptir engum að núna hvað verður. Það er erfitt undandaskot, hefði verið inni á það, en það var ekki inni núna. Það fara í sókn. Og hvað gera Valsarastelpunar? Hún skýtur á markið og hún skorar númer 5. Hún er að setja þriðja markið sitt, hún gerður. Flott skot. Sara átti fá svör við þessu. Já, það er 6 marka munur hér. Nei, það er 6 mínútur eftir hér, segi ég. 6 marka munur. Það er 31-14, það er 17 marka munur. Yngvar þurfið kaffibólla. Já, ég er eitthvað aðeins utaðið með hérna. Og líka kannski smá mat, við erum báðir ekki búin að borða neitt. Nei, það er rétt, já, ekki það ég meik alveg við því, en samt. Maður þarf að næra sig. Svona komment, mér finnst það bara flottur í. Já, mér finnst það líka reyndar. Það klappa okkur öðrum fyrir að lemja hann í andliti. Hún lendir þarna á bringuna þarna. Þetta er ekki 2 mínútur, sko. Nei, ég veit það. Ég þekki þetta, ég er út lamin í andliti. Þetta er ekki gaman. Nei. Sérstaklega ekki að maður er alveg spes, sérstaklega leiðilegt að vera kýldur í andlitið. Þetta segir hann Yngvar 4X, gaman að því. Ég veit ekki alveg hvort að sé að vitni í fatastærðarna minnir í Dressmann, en þetta er þarna frekar leiðilegt hérna. Ég þekki ekki þessi 4X. Ég kannast að það fengi 1X bæði árin, sem er þá 2X í heildina. Þú fegst 4X. Nei, það er bara ekki rétt hjá þér. 4X þýðir sjálfkrafa dottinn úr keppni og það gerðist ekki. Díana reynir erfiða sendingu, Dilja á dribblaboltanum og sendir hann að Söru. Hvað gerir Andrea hér? Andrea sækir mann í sig og Sara. Andrea skorar! Og smá líflína í þessu leik. Við getum bara sett 17 mörk á 5 mínútum. Ég hef séð ótrúlega hluti að gerast. Þetta var að segja, þetta var svona Stephen Curry skot. Hún fekk boltan og beint í skot. Já, hitti beint hún í körfuna. Já, þetta var bara, Curry er náttúrulega körfubolta, en hann er bara svona... Þannig sé klófin er karvan. Já, ok, klófin er karvan, þetta er nýtt líka. Allir er komið nýmæli hérna inn í handboltan. Ég er nýlýsandi og ég kom með nýja hluti inn í þetta. Valsarastelpunar spila sig í gegn. Vörnin hjá stelpunum er sundurtætt. Fyrir aftan mig stendur hann Addi, þjálfari meistaraflokks karla. Addi sem er oftast kallar Addi Grallari, ekki satt? Addi Olbo hamborgari. Já, Addi Grallari Olbo hamborgari. Það er skemmtilegt hérna og það er skora aftur. Gerður er með sitt 4. mark. Já, það sem við vilja sjá þriðjuflokksæfingu, þá er ég og Yngvar að lýsa henni líka eftir smá. Já, það er opin æfing hérna klukkan 9:30. Opin handboltaæfing og það verða, við verðum hérna með einandraordanir eftir æfinguna og fólki gefst kostur á að tala við menn eins og Einar Marteinn og Óla Ramos. Þetta er ekki leiklið hér. Frábær maður, klassaspilari. Já, heyrðu, já, þetta er ekki leiklið. Já, ég held að séum nokkuð sammála Gíu og Berglindi. Þetta eru markmennir Gíu og Berglind og þetta er bara, Berglind var að verja Berglind er með einhver tæplega 60% markværslu og skapaði öll þessi hraðaplöp. Frábæra sendingar, algjörlega frábæra sendingar. Og svo Gíu var að verja skemmtilega og var eins og sé, var stemning í henni og Gána að segja frá því og hérna Jón Pálsson var nefnilega að peppa það að við myndum velja stelpur með markmenn. Á hverju er ég að segja það? Ég er að passa mér rosalega að segja ekki menn, ég veit ekki á hverju. En nú er ég með ADHD. Jú, en 16 var í skot og 14 mörk fengið á sig, bara líka rosa gott og það er mjög sjaldan sem markmenn fá viðurkenningar. Þannig að já, þú vilt segja þetta. Jón Pálsson er að tilkynna það hér að hann er skotin í Ástrós Önnu Bender og vill að hún fá dómunarspítsu og ætlar að labba til hann og segja, má ég fá gottið þitt? Málið er að hann er ennþá niðurbrotin eftir að vera semidós. Jón Pálsson var semidós og kærastans var Dux og þau fóru í viðtali á mokkanum, héldust í hendur á hafnabakkanum. Við erum í beinni útsendingu og vonandi er ykkur að horfa á þetta 20 ár í Ástralíu. Kristján Gaukur með krókódíli hamborgara.
Kristján Gaukur með ekstra kokkara á Crocodile Burger. Ramsey Street borgari. Og hún neglir bara í Valsarastúkuna. Fyrir ykkur sem að horfa á þetta árið 2035 þá útsendingin tekin upp árið 2015. Í lok nóvember þess árs og styttist í jólin og vorum eins að spila jólalögin uppbytun sem mjög skrítið. En hvað það, 3 mínútur eftir. Enn og aftur, ég ætla að segja enn aftur, ég veit ekki hvað Díana inn á, mér finnst það skrítið. Hún búin að, mér finnst bara eftir að hvíla hana. Hún tekur aftur undan það skot og hún mætt í markinu. Hún Ástrós Anna Bender, sem Jón Pálsson skotin í, enda hún ekki dúks. Jón Pálsson eitthvað æstur hérna, hárin rísa hér á nakkanum. Hvað segir kærastan við þessu? Ég veit ekki. Já. Ég tala aldrei við hana. Alli búinn að vera eitthvað mjög kærustu sinni hérna í dag. Og Fimmann að skora aftur, hún Gerður með 5. markið sitt. Hún liggur meitt á gólfinu. Já, hún liggur hann eftir. Það sagt flott Gerður, hún liggur á gólfinu, Sjúkursson leipur inn. Hann leipur nú ekki að jogga svona, hann með svona skemmtilega brúsa þarna. Skemmtilegt klakabóks þarna. Líffærabóks hjá alveg svo í Dömmer. Vantar nýtt lífur, segir hann. Hún segir nei. Já, heyrðu, það eru 2 mínútur og 22 sekundur eftir, staðan 15:34. Ég ætla að tippa á Valsmenn farið með 2 stig heim í þessum leik. Það svona kallt mat á stöðinni. En ég myndi... Nei, ég svo skynsamur, ég myndi ekki leggja á það. Ég myndi leggja undir 1 milljón, það myndi kannski græða 4 krónur eða eitthvað. Þannig að það ekki þessi verði. 4 krónur sem úfærð. Já, ég var svo spámaður á 5-1 og spáði 2 á 5 réttum. Mér sem jafntefli rétt hjá Víking IR. En það náttúrulega öllum liðunum að kenna, ég var ekki með allt rétt, ekki með sjálfum. Fjölnistelpuna geta hort á hann og leika aftur og séð hvað gerist vitlaust. Eins og fólkið sem ætlar að horfa á hann árið 2035 á YouTube. Kannski var YouTube dautt á, ég veit ekki. Það vantaði smá bit í sóknina og að skila sér í vörn. Ekki leiðum að fá sér hraðaflöp. Og Diljá, Diljá svolítið að setja strik sitt í hennar leik. Kloppar markmanninn. Gerir sér lítið fyrir og kloppar hana. Diljá með klofmark, það ætti að telja 2-falt. Sammálaður. Líka þegar vippar yfir markmanninn, mér stæði að telja 2-falt. 1:40 áfram heldur stúkana, góla Valur. Berglind tekur á henni og fær algjörlega rétt út. Það eru 18 að fylgjast með okkur. Þið eru búin að 17. Þið eru að koma svolítið seint inn í leikinn. Það eru einungis 1 mínúta og 30 sekúndur eftir. Og Valur að skora hérna, setja frábært skot beint í samskeytin nánast. Ekki nánast, bara samskeytin. Já, þeir verja hann ekki þarna að segja þér. Nei, verja hann ekki þarna. Nefnum hún Kía, hún varði þannig á hann. Já. Og Díana að skora aftur, hún að skora sitt 7. mark, já. Já, 1 mínúta eftir alveg. Við höldum okkur við valið ekki, það er bara Gía sem átti skemmtileg innkomu og Berglind Íris Hafsdóttir. 18 marka munur og ég held að endi þannig. Ég held að Valsar skora 1 mark og Fjölnismenn 1 mark. Það fá flotta línusendingu og það skora. Núna það bara Fjölnistelpunar að taka sér eina sókn og skora. Þannig að spá mín verði rétt. Hver var spáð þín? 17:36 eða? 18 mörg. 18 marka munur. Já, varst að segja það bara fyrir mínútu síðan? Já, einmitt, það er engin spádómur. Það er minn spádómur. Ég ætla að segja þetta er 20 marka munur. Það er fáránlega sendingu. Ég segi 20 marka munur, 17:37. Ég ætla ekki að veðja neitt en ég bara segi það. Það er tapa boltan núna 10 sekundur eftir. Það er farið hraðablöp og skora. Sjö. Tími farið að deyja hérna. Ég sagði það rétt. 18 mörg. Já, ég spáði rétt. Ég spámaði mikill. Og einhver áhaldar fyrir komuna starfsmönnum leiksins til að sjálfsögðu kemla fyrir reyting. Nú Drengur Arnar ætlar að afhenda hér. Svona er þetta, en takk fyrir að hlusta. Þið 15 sem enduðu leikinn hérna hjá okkur. Ég ánægður með mér finnst þið lýsin, þetta er svona upplifun að gera þetta. Takk fyrir að hlusta og sjáumst í næsta leik.